Alex, við erum frá að tala stórmynd sem kallast Babylon. Yes. Ég vil meina að þetta sé framtíðar kultmynd. Já, ég held að samlaða það, sko. Ég held að eftir einhver ár þá hefur fólk að líta tilbaka og vera bara, býttu, var ekki fólk að fíla þessa mynd? Hvað er í gangi? Ég er búin að tala marga um þessa mynd og ég hef ekki heyrt að það er ekkert mikið fólk sem ég er búin að tala við sem fílan ekki, sko. Hún floppaði miðasölunni, fekk ekkert spes dóma. Þetta er flopp ellendis. Já. Í Bandaríkjunum fór enginn á hana. Það finnst mér skrítið. Já, finnst mér líka. Með við leikaran og líka bara direktorinn, sko. Damien Chazelle. Ok, tölum aðeins hann. Ánum förum í Babylon. Af því að ég þekki hann ekki nógu vel. Ég er búin að sé eina mynd eftir hann fyrir utan Babylon. Whiplash. Nei. Hefur ekki séð Whiplash? Nei. Og ekki La La Land. Býtu, Nú ertu að hugsa, hvað mynd það að sé? Er það Cloverfield Lane? Hann gerði hann skrifaði hana. Hann gerði hann ekki. Skrifaði hann hana? Já, 10th Cloverfield Lane held ég. Ég veist það ekki. Ég veist ekki hann að skrifa hana. Ég held að ég sé ekki ruglað. Sko, Móli, ég ætla að double-checka þessa mynd af því ég var búin að stengla hann í leikstýrðinni. Þetta er mynd sem ég sá í bíó á sín tíma. Býtu nú við. Og ég hugsaði, býtu, var það hann? Ég hef með þess að ef ég verið með eitthvað svona quiz eða farið í svona spurningkefni, ég hefði klikkað, sko. Ef ég verið spurður, hver leikstýri þessar mynd, ég hefði ekki vitað svarið. Þannig að þú ekki séð, hann leikstýri þessar mynd. Hvað mynd er þetta? Hún heitir First Man. Með Brad Pitt? Nei, Brad Pitt, með Gosling. Ég er ruglað við Ad Astra. First Man, gerði hann? Jú, það rétt hjá þér, hann skrifaði Cloverfield Lane. Já, hann leikstýri ok, hann er búin að skrifa, ok. Sem leikstjóri, þá er hann bara leikstýr 4, það ekki? Ekki það sem er? Whiplash, La La Land. Býðu, hvað er þetta hérna? First Man og Babylon. Já, býðu, hérna er eitthvað Guy and, ég er að googla þetta hérna. Já, er þetta ekki bara eitthvað svona, er þetta ekki eitthvað mynd sem að... Guy and Marilyn on a park bench, eitthvað. Er þetta ekki bara stuttmynd eða? Eitthvað sluðis? Nei, 80 mínútur. Ok, ég held að fyrsta myndar sem væri Whiplash. Þannig að þú, First Man. Já, sem ég var drepleðileg, sko. Alveg drep. Ég fór hann í bíó og ég var næstu sofnaður. Já, það er byggt á... Á Neil Armstrong? Já, það er hún, já. Þannig að þú búin sér allar? Já. Ok, mér grunaði það, þessum við sem gafum líka að fá þig, af því að mér langaði að spyrja út í hennan leikstjóra. Já. Förum bara stuttið um myndin hans. Hvað er að tala um? Ertu mikill aðdáandi? Sko, ég elska Whiplash. Bara mér það besta myndir hans. En þá, eftir Babylon? Sko, þetta eru 2 ólíka myndir, sko. Þú mátt ekki segja Whiplash, það veist ekkert hvað það er. En Whiplash er bara, hún er svo falleg, svona sambönd milli 2 svona kennara og nemanda. Og líka bara sjá svona story hans í myndinni. Miles Teller? Já. Og líka bara, já, og þetta er svona, þetta er smá svona Stockholms-einkenni mynd, sko. Hann er að berja hann svo mikið niður, sko. Já, svo J.K. Simmons kennar, en ekki kennar hans. Jú, hann er að berja hann svo mikið niður, hann er svona, svo harður við hann, en hann er samt alltaf komin aftur, alltaf fyrstur, alltaf að mæta, og það er svona, það er eitthvað fallegt við það, og í endan þá, J.K. Simmons, gefa hann svo mikið stolt, hann er svo stoltur á honum, og svo fallegur endir, og ég er bara, er ekki myndra fyrir þér, en... Alex, ég ætla að sjá hana, mér er alveg sama. Ég ætla að sjá hana. Ég get bara viðurkenna núna, stóra ástæður ég sá hann ekki á sínum tíma, að ég þóla ekki Miles Teller. Þóla hann ekki sem leikara. Mér finnst hann aðeins skárið í dag eftir ég sá hann, mér finnst hann fínn í Top Gun Maverick og mér finnst hann góður í The Offer, þáttunum gerð The Godfather. Hann er svona aðeins farin að vera svona og mér finnst hann ágætur. En það var stóra ástæður ég nefndi ekki að sjá hana út á honum. Ég ætla að sjá hana. Ég ætla bara var ástfangir á honum með, ég var ekki ástfangir á honum. Ástfangir? Ég var eiginlega meira bara hrifinn á honum sem leikari eftir ég sá hana War Dogs. Með honum og Jonah Hill. Ég eftir að sjá hana. Er það ekki Todd Phillips? Jú. Já. Og hún er ógeðslega fyndin og skemmtileg. Og hún er alltaf svona, gerist hún, þetta er byggt á sinnum atburðum. Ok, já, ég vissi það. Ok, þannig hvort þetta sé horf fyrst á Whiplash eða War Dogs? Og það er að tala Babylon, þá ætla ég að segja Whiplash. Whiplash? Já. Ok, svo gerir hann La La Land? Já. Ég var ekki aðdáandi það. Söngamynd, hvað er að tala? Fannst þetta bara drast? Já, ég svona, þau 2 var alveg gott chemistry, sko. Ryan Gosling og Emma Stone, þau ætlaði bara að leika mikið saman, mikið myndum. Vissur Emma Stone átti að leika Margot Robbie karakterinn í þessu mynd? Herðu, ég var að lesa bara á, bara trivia undir B, bara rétt á hann, sko. Já,
En hún eitthvað þá... Ég er ekki alveg að sjá það. Nei, ekki heldur, Ekki eftir að sé myndina. Nei. Ég fíla Emma Stone, flott leikona. Já, klálega. En þetta er ekki alveg hennar karakter, sko. Nei, Margot allt öðru sér leikona líka. Já, mér fannst þú líka að finna sér svolítið þarna, þetta er svona, þessi karakter er svolítið líkur sem hún leik í Once Upon a Time in Hollywood. Hún er svolítið svona leikona, hún er svolítið frjáls, hún er svona labbandi bara eitthvað svona að vera að leika sér. Líka svona, hún kannski meira yktari karakter í Babylon heldur en í Once Upon a Time in Hollywood. Ok, byrjum aðeins með það, af því ég ætla að bera aðeins saman þessar tvær myndir. Ok, La La Land, þú varst ekki aðdáandi, fannst hún léleg eða bara hugsaður með þetta er ekki fyrir mig? Þetta er bara ekki fyrir mig. Ég skil fólk sem er bara, þetta er svo flott mynd, hún er vel tekin upp, skemmtileg svona, litapalettan og allt svona á La La Land, en hún er ekki alveg að grípa mig, sko. Það var ekki mynd fyrir þig. Nei. Svo er það First Man. Já, ég var bara að gleyma henni, sko. Ég var líka búin að gleyma. Já, þótt að ég fór hann í bíó og hef séð hann aftur eftir það, þá er ég samt alveg bara svona... Ég sást hann tvisvar. Já, ég held það, nema þessi að ruggla Ad Astra við líka. Það var fucking leiðilega. Fannst mér. Já. Ekki en mig. Ad Astra fannst mér aðspiltið svona. Hún var mjög flott og svona futuristic. Öðruvísi. Já, það var svo leiðilega. Já, hún var það, sko. Mér finnst það var flott. Og flott, ég skal gefa þeim það. Eitthvað Subway á tunglinu og svona. Já, alveg cool. Fyrir. Ok, þannig að þú fílaði Whiplash, La La Land ekki alveg fyrir þig, First Man, þú mást til getin. Nei. Þannig að þetta er ekkert beint eitthvað svona, þetta er ekkert uppáhaldsleikstjóriðin eða neitt þannig. Nei, ekki þannig. En hann er á leiðinni að fara við tröppunar með að vera góð leikstjóri, sko. Ok, svo gerir hann Babylon. Og ég maður þegar ég svo trailerinn, ég hugsaði fyrst með hvað er þessi mynd? Er þetta bara eitthvað svona bull? Er þetta bara hann eitthvað svona, að runga sér hann í 3 tíma, þessast leikstjórinn. Já. Mér fannst það svolítið, mér fannst markasetningin svolítið kannski furðuleg eftir sá hana. Líka það var ekkert mikið þessa mynd. Einhvern veginn var bara allt í hennu komin í bíó, einhvern veginn á netinu, rosa lítið sko, mér fannst þess að þurfa eitthvað meira. Það myndin er svo stór, það þurfa eitthvað stærra. Fullt af leikurum. Já. Ok, þannig að hún kemur út og ég sá hana, þú er búin að sjá hana 2 svar. Þá er ég bara að spyrja þig á hann förum í smáatriðin. Þetta er spoiler free, svo munum við auðvitað ræða alla myndina. Ég er sérstaklega spennt að ræða þess endan. Ok, Babylon, hvað er að tala? Hvernig fannst þú? Mér fannst það bara æðisleg. Mér fannst bara litlu sögunar í myndinni, skemmtilegar, öðruvísi og fannst líka svona þegar maður sá, veit ég ekki hvort þetta var svona í gamla dag ekki, sko. Ekki, ég ekki. Bara jamma fram á klukkan 6 á morgunum og segjum bara, beint upp á stúdíó klukkan 10, bara crazy. Rugla. En mér fannst mér fannst aldrei eitthvað svona dauður partur af myndinni. Hún var alltaf svona góð róling, það var svona gott ról, skemmtilega leikarnir það var enginn sem stal alltaf senunum einhvern veginn. Það var allir rosa góðir í myndinni. Bara svona einhvern veginn, bara góð framistæð og bara jöfn hjá öllum í rauninni, já. Og mér fannst líka bara Diego Calva, sem leikur með henni. Hvað er þetta? Ég veit, nákvæmlega. Ég meina, hefur hann leikið ykkur mörg ár? Ég held ég sé að sjá hann í fyrst skipti í þessar mynd, sko. Þekkir það? Nei, ég held að hann hefur leikið öðru. Ég held að hann alltaf kannski leik í einhverju Mexiko eða eitthvað, Spáni. Ok. En ég held að hann sagði Gazelle í einhverju podcast held ég las þetta daginn, að Diego tengdi svo mikið við karakterinn. Og Diego byrjaði sem assistant director á setti. Nei. Og ég held að það var eitthvað svoleiðis. Ég líka að tjekka á þessu, ég held að ef þú ferður á IMDb síðan hjá Diego Calva, þá stendur að hann sé actor, assistant director og svona. Það er rétt sér. Second unit director og assistant director. Og þannig ég held að þegar þú fær leikar sem tengir svo mikið við karakterinn, þá færðu þau svo gott performance. Já, en auðvitað tengdi mitt við þessa persónu, bara ég var í svolítið svona þessum spórum. Já, byrjaði bara eitthvað að hjálpa leikurunum og byrjaði svo að vera bara svolítið stærra og stærra. Takk kærlega fyrir að hlusta eða horfa á þessar fyrstu mínútur af þessum áskrifta þætti. En til þess að horfa á hann eða hlusta á hann í heild sinni, þá þurfa að fara á bioblaður.is og gerast áskrifundur. Endilega kíkja á þetta, þetta er bara 1.099 krónur á mánuði og ég er að fara að dæla inn alls konar skemmtilegum áskriftaþáttum. Kíkja á bioblaður.is.